Meðalfjöldi þeirra sem dvelur á bráðamóttöku Landspítalans í meira en sólarhring hefur áttfaldast á 12 árum. Birtingarmynd úrræðaleysis segir framkvæmdastjóri. Spítalinn hefur verið á hæsta álagsstigi í 4 mánuði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu beitti rafvopni á vopnaðan mann í gær en það í fyrsta sinn sem hún beitir slíku vopni. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir sjálfvirkt og nákvæmt eftirlit með notkun rafvopna. Karlmaður 30 hefur verið handtekinn vegna sprengjuárásarinnar í Moskvu í gær sem varð hershöfðingi að bana. Rússar saka Úkraínu hryðjuverk og vilja taka málið fyrir á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á föstudag. Framkvæmdastjóri Mæðrastigsnefndar biðlar til þeirra sem vilja styðja pakkasöfnun hjálparstofnana að gefa gjöf sem nýtist. Allt of mörg dæmi séu ónothæfar gjafir sem eigi heldur heima í endurvinnslunni. Þegar hafa 20% fleiri pakkar verið sendir með pósti í desember en á sama tíma í fyrra, nóg að gera á pósthúsum þar sem talsverðar raðir hafa myndast. Komið þið sæl. Álagið á bráðamóttökunni hefur ekki verið meira síðastliðin 12 ár. Spítalinn hefur verið á rauðu stigi frá því í haust. Framkvæmdastjóri þar segir að það stefnir ekki í að þetta muni breytast á næstunni. Innan Landspítala álagið flokkað í grænt, gult og rautt stig. Gula stigið þýðir að það eru 10 til 15 sjúklingar umfram viðmið á bráðamóttökunni og rauða stigið alltaf 30. Nú hefur við verið viðvarandi á rauðu stigi frá því bara í september. Og þetta þýðir það að legudeildirnar eru með sjúklinga umfram skilgreinda mönnunarþörf viðkomandi legudeildar. Það er að segja, þetta þýðir bara í rauninni aukið álag á hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, ófaglærða og lækna. Og við erum bara búin að vera á því viðvarandi núna frá því í haust og það er ekkert í kortanum sem segir að það muni breytast. Eins og sést á þessum tölum frá Landspítalanum hefur álagið ekki verið meira síðastliðin 12 ár. Árið 2012 dvöldu að meðaltali 4 lengur en sólarhring hvern einasta dag á bráðamóttökunni. Á þessu ári þar til í september eru þeir rúmlega 33, í fyrra voru þeir 25. Á sama tímabili hefur fjöldi þeirra sem dvelja lengur en 1 mánuð á bráðalegudeildum spítalans meira en tvöfaldast. Í ár eru þeir 40 að meðaltali en árið 2012 voru þeir 16. Og þetta í rauninni bara birtingamynd á því úrræðaleysi sem hefur einkennt okkar heilbrigðiskerfi þegar að kemur að því að mæta hinni reglubundinni þörf og fyrirsjáanlegu þörf fyrir til dæmis dvalarúrræði aldraðra. Þannig að við höfum í rauninni ekki getað fyllt þörfinni með þeim hætti sem í rauninni fyrirsjáanlegt. Núna eru 95 manns á Landspítalanum sem ekki þurfa að vera þar en komast ekki í önnur úrræði. Heilbrigðisráðherra sagði í svari við skriflegri fyrirspurnum fráflæðisvandann í ágúst að borið hefði á töfum á framkvæmdum við byggingu nýrra hjúkrunarrýma á framkvæmdaáætlun. Áætlunin var uppfærð í síðasta mánuði. Þar segir að tilstandi að fjölga rýmum rúmlega 720 til ársins 2028 og bæta aðstöðu í rúmlega 200. Miðað við spá öldrun þjóðarinnar þarf að meðaltali að bæta við 100 rýmum árlega. Már segir að fjölga þurfi plássum og efla heimaþjónustu. En nú búið að reyna þessi úrræði öll. Hefur þetta klúrast fyrst þér? Já, ég held að betur megi ef duga skal. Það er eiginlega það sem er svona niðurstaða okkar. Við þurfum bara sem samfélag að sinna betur okkar elstu meðborgurum og hvernig svo sem við gerum það, hvort sem það er með fjölgun dvalarrýma eða með eflingu heimaþjónustu umfram það sem við þó gerum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu beitti rafvopni í fyrsta sinn í gær. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir þau virðast hafa fælingarmátt en mikið sjálfvirkt eftirlit sé með notkuninni.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og sérsveit ríkislögreglustjóra voru með mikinn viðbúnað síðdegis í gær vegna manns sem var vopnaður hnífi og var ógnandi samkvæmt upplýsingu frá ríkislögreglustjóra. Þar kemur einnig fram að frá því að rafvopn voru tekin í notkun í september hafi þau verið dregin úr slíðri eða ræst 29 sinnum í 17 málum en ekki hleypt af fyrr en í gær. Aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunar telur að sú reynsla og það að vara fólk við að vopninu verði beitt hafi fælingamátt. Hingað til hefur það allan að virðist vera að það hafi áhrif, fælingamátt á fólk þá hlýður að fyrirmælum og hlýður því sem hafa að gera. Og kollegar okkar á Norðurlöndunum, þeir hrósa okkur fyrir það hvað við erum búin að, við byrjuðum að nota þessi tæki í september, dreifist landið og þeir eiga bara ekki orð að þetta sé fyrst skipti að gerast í gær að þetta tæki sé notað. Guðmundur segir mikla þróun hafa verið í þessari tækni, hún sé nákvæmari, hægt sé að beita henni úr meiri fjarlægð og þá sé spennan mun minni en var. Í fyrstu tækjunum var hún 50.000 volt en í þeim sem núna eru notuð er hún 1.000 volt. Hann segir alla notkun skráða sem og myndaða með búkmyndavélum. Leið og rafvarnarvopnið dreifur slíðri þá lokkast það í kerfi hjá okkur. Leið og kveikt á rafvarnarvopninu þá lokkast það líka. Það lokkast hvernig því er hallað, hvernig því er beitt, hvort það sé lóðrétt eða lárétt. Ef straumur er settur á þá lokkast það, hvað oft hann er settur á, en það er 5 sekúndur er hámarkstími í hvers skipti, þannig að lögreglan þarf að taka þá aftur í gikkinn til þess að ef hann ætlar að veita lengri straum og það lokkast allt saman. Eins og ég sagði þá eru myndavélar sem er í gang og taka allt upp og það er starfshópur á vegum dómsmálaráðuneytisins sem mun fara yfir hvert einasta mál, hvert einasta skipti sem rafvarnarvopnið er tekið úr slíðri, þá eru það rýnt og allt upp á borðinu. Fangelsismálastofnun leggur til að fækka föngum í afplánun til að mæta 80 milljóna króna rekstrarhalla. Þá verða tímabundnir ráðningarsamningar ekki endurnýjaðir og ekki ráðið í stöður sem losna. Starfsfólki voru kynntar tillögur að hagræðingaraðgerðum síðdegis. Framlög til stofnunarinnar voru ekki skorið niður í fjárlögum næsta árs, en Birgir Jónasson, settur fangelsismálastjóri, segir stofnunina hafa þurft meira fjármagn. Hann segir til skoðunar að draga úr starfseminni þannig að fangelsin séu ekki fullnýtt eins og nú er, og að færri afpláni hverju sinni. Fangelsin eru þegar yfirfull og fjöldi fólks bíður afplánunar. 29 ára Úsbeki var handtekinn í Rússlandi í dag, grunaður að hafa komið sprengju fyrir við heimili hershöfðingjans Igors Krylovs í gærmorgun. Kirillov og aðstoðarmaður hans létust þegar sprengjan sprakk. Rússneska leyniþjónustan FSB segir úkraínsku leyniþjónustuna SBU hafa ráðið Úsbekan til verksins. SBU sagðist í gær bera ábyrgð á árásinni degi eftir að hafa ákært Kirillov fyrir að samþykkja notkun efnavopna í innrásinni á Úkraínu. Rússar segja handtekna manninn grunaðan hryðjuverk. Í myndbandi frá FSB sést grunaði maðurinn segja sér hafi verið boðnir 100.000 bandaríkjadalir fyrir árásina og loforðum flutning til Evrópusambandsins að verkinu loknu. Rússneska stjórnin heitir hefndum fyrir árásina. Тайное представительство России при ООН поднимет вопрос о совершенном теракте в ходе запрошенного российской стороной на 20 декабря заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились. А всем кураторам киевского режима, русофобам всех мастей, мы отвечаем всей страной и всем народом: не запугаете. Мы отстаиваем правду. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, hefur ekki tjáð sig árásina á Kirillov. Hann kom til Brussel í dag þar sem hann fundar með evrópskum leiðtogum. Fundurinn með Zelenský haldinn í byggingu leiðtogaráðs Evrópusambandsins hérna í Brussel fyrir aftan mig og hann stendur væntanlega fram eftir kvöldi. Til fundarins koma leiðtogar Evrópusambandsins bæði frá leiðtogaráðinu og framkvæmda stjórninni sem og leiðtogar nokkura aðildarríkja Evrópusambandsins, þar á meðal frá Þýskalandi, Danmörku og öðrum ríkjum, sem og forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer sem kemur sérstaklega til Brussel til að mæta á þennan fund. Það verður að öllum líkindum rætt stöðuna í Úkraínu og hvaða úrræði Evrópuríki geta boðið Úkrænumönnum á þessum tíma. Ekki aðeins hernaðarleg úrræði, heldur líka fjárhagslegan stuðning næstu mánuður á næstu misserin.
og mögulega líka talað einhvers konar friðarumleitanir sem gætu hafist á næstu vikum og hvernig staðan gæti litið út í Úkraínu eftir að mögulegt vopnahlé verður komið á, hvort að Evrópuríkin gætu sendt einhvers konar friðargæslusveitir til Úkraínu. Allt þetta verður væntanlega rætt hér fram eftir kvöldi og líka á morgun. Þá verður haldinn reglulegur leiðtogafundur Evrópusambandsins þar sem að Zelenský verður til staðar. Samkeppniseftirlitið telur að yfirlýsingar stjórnenda matvöruverslana og hagsmunasamtaka í fjölmiðlum verðhækkanir áramótin geti farið gegn samkeppnislögum. Framleiðendur og heildsalar hafa boðað umtalsverðar hækkanir á matvöru, meðal annars vegna aukins launakostnaðar og hækkandi raforkuverðs. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, hefur gagnrýnt þessar yfirlýsingar og óttast að fyrirtækin séu með þessu að panta verðhækkanir í stað þess að finna leiðir til að draga úr kostnaði. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, vertu velkomin hingað til okkur. Hvernig ganga þessar yfirlýsingar væntanlegar verðhækkanir gegn samkeppnislögum? Já, það er þannig að á samkeppnismarkaði þá verða fyrirtæki að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Og það er svolítið mikilvægt að ríki svona ákveðin óvissa á milli keppinauta um það hvernig einstakir keppinautar munu bregðast við til dæmis ytri aðstæðum. Og það sem við höfum áhyggjur af að sé að gera hér er að það er verið að draga úr þessar óvissu. Það koma hagsmunasamtök og boða og rökstyðja hækkanir og síðan stjórnendur fyrirtækja, annarkvort saman eða hvera eftir öðrum með sömu söguna, og það er verið að búa til svona, finnst manni, hefur maður áhyggjur á hækkunarstemningu og þetta getur farið gegn samkeppnislögum. Hækkunarstemningu þá einhvers konar hræðslu áróður gagnvart neytendum? Merkja sendingar á milli keppinauta sem eiga ekki verið að tala saman, eiga að taka sjálfstæðar ákvarðanir og það að hækka verð vegna versnandi aðstæðna á ekki að vera fyrsta val. Neytendur eiga heimtingu á því að fyrirtækin leiti annarra leiða, hagræði hjá sér, drægur aðgreiðslu með eitthvað slíkt, frekar heldur en að fara beint í að tala um verðhækkanir. En mega stjórnendur fyrirtækja á samkeppnismarkaði þá ekki tjá sig í fjölmiðlum þessar mögulegu verðhækkanir, eða er þetta ekki bara upplýsingagjöf til neytenda að það sé verið að láta vita? Jú, sko, það er auðvitað ekki þannig að öll upplýsingagjöf sé ólögmætt og svona einhliða upplýsingagjöf til neytenda af hálfu fyrirtæki getur verið í fullkomnu lagi. Það sem við höfum áhyggjur af hérna er að fyrirtæki koma hvert að eftir öðru, fossa sem hagsmunasamtaka og það er verið að tala einum rómi, rökstyðja hlutina með sama hætti og það er ekki verið það er hætta á því að það sé verið að draga úr þessari nauðsynlegu óvissu á milli keppinauta sem ég var að nefna á. Rétt í lokin ætlið að bregðast þið? Já, við munum fylgjast með þessu og taka upp þær vísbendingar sem við sjáum og taka það til alvarlegar athugunar. Páll Gunnar Pálsson, takk kærlega fyrir að koma hingað. Takk. Og við snúum okkur þá að pólitíkinni. Flest bendir til að Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, verði næsti forsætisráðherra. Samkvæmt heimildum fréttastofu er myndun ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins langt komin. Takist myndun ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins nú helgina, þá er óhætt að segja að það sé á metitíma miðað við nokkrar undanfarnar stjórnarmyndanir. Rétt rúmar 2 vikur eru síðan formaður Samfylkingarinnar fékk umboðið og síðan þá hafa formennirnir fundað stíft. Byrjað var að skrifa stjórnarsáttmálann á mánudag og sagt er að sú vinna gangi vel. Að þeirri vinnu kemur aðstoðarfólk formannanna og nánustu samstarfsmenn þeirra. Fram hefur komið að fækka eigi ráðuneytum en hvort það verður 1 eða 2 hefur ekki verið gefið upp. Nú er samkvæmt heimildum fréttastofu vinna við myndun ríkisstjórnar þessara flokka langt komin. Flest bendir til þess að Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, verði forsætisráðherra eins og hefðin gerir ráð fyrir að sá sem fer með umboð til stjórnarmyndunar setjist í stól forsætisráðherra. Og önnur hefð er að utanríkisráðuneytið komi í hlut næst stærsta flokksins og þá er það Viðreisn. Og flestir búast við að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, taki við ráðuneyti félagsmála og í sambærilegu málaflokkum. Formennirnir hafa ekki gefið fréttastofu kost á viðtali þessa dagana en munu gera það á morgun. Þegar gengið hefur verið frá stjórnarsáttmála þarf að kynna hann fyrir þingflokkum og flokksráðum flokkana. Sáttmálinn er svo kynntur almenningi á blaðamannafundi, síðan er ríkisráðsfundur og svo geta lyklaskiptin farið fram. Luigi Mangione var ákærður í New York í gær fyrir morðið á Brian Thompson.
Thompson var framkvæmdastjóri heilbrigðistryggingarfyrirtækisins United Healthcare. Mangione er í gæsluvarðhaldi í Pennsylvaníu þar sem hann var handtekinn í síðustu viku eftir nokkura daga leit. Beðið er niðurstöðu framsal á Mangione til New York þar sem hann er ákærður fyrir morð í 3 ákæruliðum. Including one count of murder in the second degree as an act of terrorism for the brazen, targeted, and premeditated shooting of Brian Thompson, who, as you know, was the CEO of United Healthcare. This was a frightening, well-planned, targeted murder that was intended to cause shock and attention and intimidation. It occurred in one of the most bustling parts of our city, threatening the safety of local residents and tourists alike, commuters and business people just starting out on their day. Talsvert tjón var þegar eldur kviknaði í húsnæði fyrirtækisins Pólihúðinar á Akureyri á 9. tímanum í gærkvöld. Eldurinn kviknaði í enda iðnaðarhúss þar sem nokkur fyrirtæki hafa starfsemi. Enginn var í húsinu þegar eldurinn var laus. Slökkvilið rauf gat á þak hússins og þeir slökktu síðustu eldklæringarnar 2 tímum síðar. Slökkviliðsstjóri segir eldvarnarveggi hafa sýnt gildi sitt en ekki virðist hafa orðið tjón hjá öðrum fyrirtækjum í húsinu. Lögreglan á Norðurlandi eystra sinnir rannsókn á upptökum eldsins en þau eru ókunn. Tuggið tyggjó, rifnir bæklingar og kexpakki eru meðal jólagjafar sem fólk hefur pakkað inn og gefið til pakkasöfnunar hjálparstofnana. Framkvæmdastjóri Mæðrastyrksnefndar biðlar til fólks að gefa fallegar gjafir sem nýtast ef ætlunin er að láta gott af sér leiða. Í aðdraganda jóla eru margir sem vilja láta gott af sér leiða. Þeir koma hingað í Kringluna, pakka inn pakka og leggja hérna við jólatréð fyrir þá sem minna mega sín. En þrátt fyrir fallegar umbúðir þá kemur það fyrir að innihald pakkans er ekki fallegt. Við höfum fengið til dæmis tuggið tyggjó, við höfum fengið hálfa gósflösku í plasti, við höfum líka fengið gósdós sem er bara tóm. Við höfum fengið svona bæklinga, auglýsingabæklinga sem kannski búið að rífa svona eina blaðsíðu úr, 10 krónu peningur, merktur og pakkaður inn. Þá séu dæmi götótta skó og slitinn fatnað sem Jónína segir að eigi heldur heim í endurvinnslu en í jólapakka. Ég veit ekki hvað það er, hvort það er bara, að fólk finnist gaman að pakka inn einhverju dóti og halda það sé eitthvað fyndið þegar foreldri fer heim með gjöf og setur undir tréð merkt barninu að svo kom eitthvað svona í ljós, það er ekki fallegt. Jónína segir þetta ekki nýtt á nálinni og því hafi þau gripið til þess ráðs að opna alla pakkana sem settir hafa verið undir jólatréð í Kringlunni. Það sé tímafrekt og taki 20 sjálfboðaliða rúmlega 4 klukkutíma að grisja í gegnum þá. Nú þurfum við að opna allar því við treystum engum og þetta var allir skjöf sem átti að vera til 8 ára stelpu í ger. Þannig að okkur finnst svona mega vanda aðeins að vera ekki með eitthvað trekkjagang og gera þetta fallega og eins og flestir eru að gera. Jónína segist þakklátt öllum þeim sem taki þátt í söfnuninni ár hvert. Gjafirnar þurfi ekki að vera dýrar, þær þurfi hins vegar að vera nothæfar. Það er bara að hafa góðan hug á bakvið, það er allt fallegt, litla bækur, púsl, einhverja vettlingahúur, allt svona hjálpar til. Nú fer hver að vera síðastur að senda jólapakka milli landshluta með póstinum eigi þeir að komast örugglega til skila fyrir aðfangadag. Talsverðar raðir hafa myndast á pósthúsum en á Akureyri biðu viðskiptavinir pollrólegir með pakkana. Og við erum að nýta aukahillur hérna eftir salnum til þess að bara koma allir fyrir og geta bara unnið þetta skipulega. Þetta er búið að vera svona svipað. Þetta er búið að vera, ég segi kannski ekki minna. Það er alltaf nóg að gera, þetta er náttúrulega okkar aðalvertíð. Það kemur sennilega fáum á óvart að heyra að það sé mikið að gera á pósthúsum rétt fyrir jól. En álagið hefur þó breyst nokkuð frá því sem áður var. Postbox eins og þetta hérna hafa leyst af hólmi gömlu góðu pósthúsin víða í minni byggðum landsins. Sitt sýnist hverjum það. Hérna er ég laus við röðina en sumir þurfa þá að fara dálítið langan veg til að sækja persónulegri þjónustu. Í postboxin er bæði hægt að sækja bréf og pakka og senda og í sumar komu þau í staðinn fyrir pósthús í 10 bæjum á landsbyggðinni. Pósthúsin eru í dag 27 en boxin eru orðin 114. Ég hef ekki fundið að fólk væri pirrað yfir postboxanotkun og slíkt því að hún er í rauninni frekar einföld. Þannig að hún á frekar að auðvelda heldur en hitt. 17. desember rann út frestur til að póstleggja bréf sem tryggt er að komast til skila fyrir aðfangadag en pakka er miðað við 20. desember.
Viðskiptavinir pósthússins á Akureyri létu sig hafa biðina til að koma glaðningi í hendur sinna nánustu. Í hvaða erindagjörðum ertu hérna? Ég póstleggja jólakort innanlands. Heldur að þetta nái í tæka tíð? Já, ég alveg örugglega, sko. Lætur það ekki að trufla þig þó að setja aldrei bið hérna stundum á pósthúsinu? Nei, maður verður bara að láta það. Þetta bara fylgja jólunum. Ég finnst alltaf gaman að koma á pósthús. Þetta er bara part af því að hitta fólk. Ég finnst að skipta máli. Ertu búin að bíða lengi núna? Það er hlaupið fram hjá mér, ég lenti á spjalli hérna áðan og það er komið fram hjá mér, ég þarf að sækja nýja miða. Maður er alltaf á síðustu stundu, hvernig stendur á þessu? Ég segi þetta alltaf á hverju ári, en samt er ég alltaf á síðustu stundu. Bergsteinn, þú ert ekkert á síðustu stundu, þú ætlar að segja okkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að fjalla raforkuverð sem hefur farið hækkandi bæði til heimila og fyrirtækja sem segja að það sé meðal annars ástæðan fyrir yfirvofandi verðhækkunum. ASÍ vill að stjórnvöld komi heimilu til varnar og setja einhvers konar bremsu, einhvers konar hemil á verðhækkanir til heimila. Við ætlum að ræða þetta við þau Auðu Ölvu Ólafsdóttur hjá ASÍ og Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar. Og svo er það jólamaturinn og heilsa. Hún Urður okkar Örlygsdóttir, hún skellti sér á kafi í saltpækilinn og við ætlum að sjá hvað kemur út af því. Við missum ekki Kastljósi kvöldsins. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. En við gáum til veðurs. Það verður austan og suðaustan 8-15 metrar sunnan og vestan til á morgun með dálítilli snjókomu. Það bætir í úrkomu síðdegis og hlýnar heldur með slyddu eða rigningu við suðvesturströndina. Hægari vindur fyrir norðan og austan en það verður þurrt og frost 2-8 stig. En Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Gunnar Birgisson sér í kvöld. Þórir Hergeirsson, fráfarandi landsliðsþjálfari kvennaliðs Noregs í handbolta, segir það mögulega renna upp almennilega fyrir sér að hann sé hættur þegar landsliðið fer næst af stað. Og þetta er að renna upp fyrir manni. Formaður Þjóðarhallar EHF, umsjónaraðila byggingar nýrra þjóðarhalla innanhús íþrótta, fagnar því að kærumál séu frá og hönnunarferlið geti hafist. Og 8 liða úrslit bikarkeppni karla í handbolta halda áfram í kvöld. Leikur Vals og Fram er beint á RÚV 2. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Meðalfjöldi þeirra sem dvelur á bráðamóttöku Landspítalans í meira en sólarhring hefur áttfaldast á 12 árum. Birtingarmynd úrræðaleysis segir framkvæmdastjóri. Spítalinn hefur verið á hæsta álagsstigi í 4 mánuði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu beitti rafvopni á vopnaðan mann í gær en það er í fyrsta sinn sem hún beitir slíku vopni. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir sjálfvirkt og nákvæmt eftirlit með notkun rafvopna. Karlmaður 30 hefur verið handtekinn vegna sprengjuárásarinnar í Moskvu í gær sem varð hershöfðingi að bana. Rússar saka Úkraínu hryðjuverk og vilja taka málið fyrir og fundi öryggisráð Sameinuðu þjóðanna á föstudag. Framkvæmdastjóri Mæðrastigsnefndar biðlar til þeirra sem vilja styðja pakkasöfnun hjálparstofnana að gefa gjöf sem nýtist. Allt of mörg dæmi séu ónothæfar gjafir sem eigi heldur heima í endurvinnslunni. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þetta er þverskurðurinn